Þá eru komin að lið 11, Káasvæði, Dalsbraut, breyting og deiliskipulagi. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er komin liður nr. 10 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 14. desember 2022. En á fundi skipulagsráðs þann 23. nóvember síðastliðinn var lögð fram tillaga Kollgátu teiknistofu fyrir hönd umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar að breyting á deiliskipulagi Káasvæðis, Lundaskóla og Lundasels. En málið fór að nýju inn hjá þeim 14. desember þar sem þurfti að gera örfáar lagfæringar á tillögunni. Deiliskipulagsbreytingin felst í eftirfarandi: hámarkshæð áhorfendastúku hækkar úr 9,5 metrum í 13 metra og heildarfjöldi hæða í stúkubyggingu eykst í 3 hæðir. Heildarbyggingamagn minnkar úr 3206 fermetrum í 2900 fermetra. Byggingarreitu B, tengibygging, breikkar 4 metra til suðurs og reitu fyrir sjónvarpsupptökuhús færst lítillega til suðurs og vesturs. Vallastæði nýs aðalvallar er fært 10 metra til suðurs til að vernda trjágróður meðfram Þingvallastræti. Byggingarreiti fyrir ljósamöstur færast til samræmis. Kvaðir frágang ljósamastra eru settar inn vegna ákvæði í flugvallarreglugerð nr. 464 frá 2007. Settir eru nýjir byggingarreitir fyrir 4 ljósamöstur. Hæð ljósamastra hækkar úr 25 metrum í 27 metra. En skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn hún samþykki framlega tillögu að breytingu á deiliskipulagi Káasvæðis, Lundaskóla og Lundasels og að breytingi verði þessi auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 síðan 2010. Þekkum bæjarfulltrúa Hlynur Jóhannssoni fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gunnarsson. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að það sé nú svo sem ágætlega þarft bara rétt að minnast á það að sýnist nokkuð einsýnt að það hefði verið farið í framkvæmdir áður en breytt skipulag er samþykkt og hafi skort upp á samráð við Norðurorku sem er að sjálfsögðu afskaplega mikilvægt að við gerum áður en ráðumst í verkefni sem þessi. Þarna eru allskyns lagnir sem fari gegnum þetta svæði, en það er gott að það fylgir með í fundagögnum fyrir þennan fund að hafi engin verulegu kostnaðar hlotist af og þetta hafi verið kannski í frumhlaup og bara fagna því, en ágætis áminninga svona verklag þegar við ráðumst í þessi verkefni. Annað var það nú ekki. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Gunnar Gunnarssoni fyrir. Orðið er laust. Nei, enginn hefur hvatt sér hljóðs. Þá berum við til atkvæðagreiðslu. Þau sem að samþykkja breytingu á deiliskipulagi Káasvæðis rétt upp hönd. Það er samþykkt einróma með 10 atkvæðum.